Síðasta rúma árið þá hef ég verið að gera tilraunir með að breyta svolítið kennslunni hjá mér. Ég hef búið til heimasíður utan hverja einustu námslotu, þar sem öll verkefni, öll myndbönd sem ég hef gert, jafnvel önnur myndbönd líka, alls konar ítarefni, hópverkefni, samþættingarverkefni og ýmislegt sem ég nota. Þetta eru svolítið margar síður en ég ætla aðeins að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Hér sjáum við síðu þar sem ég er búin að safna þessu saman. Hér eru linkar eða hlekkir á heimasíðurnar í stærðfræði. Það er ekki alveg allar stærðfræðisíðurnar tilbúnar. Hér eru síður í ensku sem eru unnar af Önnu Lenu Halldórsdóttur sem er að vinna þetta með mér og síðan náttúrufræðin eða náttúrugreinar. Og hér eru allar síður komnar nema þær ekki alveg tilbúnar. Ég ætla að hoppa inn í eina síðu og sýna ykkur örsnögt hvernig þetta er uppbyggt. Hér sjáum við myndband hvernig þetta virkar. Það er inngangur alltaf, það eru myndbönd á íslensku og ensku sem tengjast efninu. Hér eru verkefnin, hér eru hópverkefni, það er stundum hópverkefni og stundum ekki. Samþættingarverkefni, þau eru stundum og stundum ekki. Námsmatið er eiginlega ekki tilbúið í þessu, einfaldlega vegna þess að það er að koma ný námskrá. Ég ákvað að leggja ekki vinnu í námsmatið fyrir nýja námskrán er komin út, eða allavega staðfest að hún komi út. Og síðan er ítarefni sem eru svona tenglar. Allar heimasíðurnar hafa þessa sömu uppbyggingu. Það er mismunandi hvað er mikið inn á hverju og einni, mörg verkefni og svo framvegis, en þetta er það sem er inn á þeim öllum. Síðan lagði ég viðhorfskönnun fyrir nemendur hjá mér í 8., 9. og 10. bekk og þetta er svörunin. Það svöruðu 37 nemendur í 8. bekk, 28 í 9. og 41 í 10. Það eru mismargir nemendur í árgangunum hjá okkur. Ertu ánægður með að nota vefsíður og Classroom í náttúrufræði? Því að ég leyfi þeim að svara þessum verkefnum í gegnum Classroom og ef að þau svara tímanlega að þá hafa þau tækifæri til þess að laga. Ég geri athugasemdir og þau fá að laga. Og þið sjáið að 1/3 er mjög ánægður, 1/3 er sæmilega ánægður og eiginlega 1/3 er alveg sama. Og þetta voru alltaf einn nefandi sem sagði nei. Í 9. bekk er þetta ennþá, eru nemendur í raun ennþá ánægðari, helmingur er mjög ánægður og 1/3 sæmilega ánægður, mjög fáir sem segja nei. 10. bekkur, 2/3 eru mjög ánægð. Og það er svolítið áhugavert að skoða því ég byrjaði á þessu í 10. bekk sérstaklega, ekki á þessu skólaári heldur síðasta eða fyrir rúm ári síðan og þá lagði ég viðhorfskönnun fyrir þess að sömu krakka og svona svöruðu þau þegar þau voru í 9. bekk. Svolítið svipað og 9. bekkurinn gerði núna en sjáðu ánægjan eykst við að vera í 10. bekk. Það kemur náttúrulega bæði með meiri þroska og þau svona átta sig á að þau eru að nota betri vinnubrögð. Nýtaðu heimasíðurnar, 8. bekkur, já, þokkalega, 9. bekkur, ennþá meira og 10. bekkur mest. Þetta er svolítið fylgnin eða svona í þessu. Hvað nota þau til þess að leita af upplýsingum þegar þau eru að vinna þessi verkefni? Þau nota heimasíðurnar, þau nota YouTube, þau nota netið mikið og ég glemdi nú svo sem að setja námsbókina hérna en þau hafa aðgang að námsbókunum. 9. bekkur og svo 10. bekkur. Annað sem kemur fram í þessari viðhorfskönnun er að þau vilja síðurnar séu hraðvirkari. Það eru pínu hægar af því að það eru margir að nota þetta í einu, þá mætti netið vera betra hjá okkur. Við erum í Garðabæ þar sem að YouTube og Google er í raun lokað á nemendur. Þau hafa aðgang að þeim myndböndum sem ég seti inn á heimasíðunar í gegnum heimasíðunar en það er flóknara fyrir þau að fara inn á YouTube. Of mikið af verkefnapökkum vantar fjölbreyttari verkefni. Þetta er alveg rétt. Ég er í miðju kafi að breyta þessu. Þannig að ég hef svolítið mikið verið með bara svona skrifleg verkefni. Ég vil og ætla að fara meira út í fjölbreyttari verkefni en það tekur tíma. Þannig að vonandi verði með meira af því á næsta skólaári
og þetta er bara réttlát gagnrýni. Af hverju að svara aukaspurningu þegar maður er búinn að svara? Þetta finnst mér mjög skemmtileg ábending, því að ef að þau svara og snemma, þá bæti ég bara við spurningarnar. Í staðinn fyrir að láta þau bara klára og svo frjálst, hvað næst? Hvað er þetta að skoða meira hér? Þannig ég reyna að láta þau fara dýpra og dýpra og ég raun bara eins djúpt og ég get. Þannig læra þau miklu meira. Þetta er ekki bara spurningum að klára blaðsíður 1, 2 og 3 og svo er frjálst. Ég vinn ekki þannig. Það eru margir kostir við að vinna svona. Stæðsti kosturinn finnst mér að ég get verið með alla nemendur að vinna í sama efni en á gríðarlega ólíkan hátt. Sterkustu nemendurnir að fara mjög djúpt í efni, í raun miklu dýpar en ég hef gert áður, á meðan að aðrir eru í raun að svara kannski færri spurningum og eyða miklu minni vinnu í það. Þannig að allir að vinna í því sama en hver á sínu getur stig. Þessar síður eru opnar, þið geti notað þetta. Þið ráðið alveg hvort þið notið þær eins og ég. Þið geti notað þetta bara sem upplýsingabanka, að nota tenglana og myndböndin, gert sum verkefnin, önnur ekki. Ég ger ekki alltaf öll verkefnin og öllum síðunum því að ég hef bara ekki tíma í það. Okkur vantar fleiri tíma í náttúrugreinar. Þannig að þið geti nýtt þetta í raun eins og þið viljið. Þetta er gert til þess að sé notað. Hvort einhver notar þetta ekki, það verður bara að koma í ljós.